Föstu dagurinn 16. október. Mötli Krúur á fónunum og FM 95 Blöð hafið göngu sína á þessum, ég ætla bara að segja yndislega föstudegi. Auðun Blöndal heiti ég og sit í mínu sæti. Það fullu bátur eins og alla aðra föstudaga, enda má maður ekki eins og fara úr bænum lengur. Því að, jú það má en it's frowned upon, eins og ég segja. Og hvað þá, fara til útlanda? Ég að spája að byrja á fyrirlega þáttarins. Hann situr í sínu sæti, situr alltaf í sama sæti. Hann ógreiddur, hefur litið betur. Býtu, hvað ertu, órakaður líka? Ég tók ekki svona eftir þess að það bara, þú veist, já, það bara staðan. Ég órakaður, ég fór ekki tann í gær. Ég hef ekki oft séð þig svona. Ég bara, núna þegar ég horfa á þig, því oftast þegar við bara hitti þig, þá ég bara að tala við. Núna ég að horfa á þig, þú hefur litið betur út. Já, takk. Hvað að gerast? Þetta búin að gerast upp. Býtu, hvað drull yfir gilsahálftíminn? Ég ekki búin að raka mig í svona 7-8 daga. Ég fór ekki tanni í gær. Þú ert ekki greiddur. Og ég er ekki með föts í hárinu. Nei, hvað að gera? Ég bara, þú veist, ég hugsaði bara, ok, ég vaknaði morgun 5:50, það var dimmt úti, það kallt, I don't give a shit. Það verður bara svo ógeð í dag. Býtu, okkur þá 5:50, hvað er að gera 5:50 á morgun? Ég bara svara e-mailum og okkar. 5:50? Já, hver að senda það mail á nótun? Ég að halda rútin í atvinnuleysinu, sko. Já, meinar. Það síðan að gera. Við hliðin á Agli sem órakaður og ógreiddur maður sem greiddur. Hann ekki endilega rakaður og ég vil meina þetta sé. Sjókan vel greiddur. Hann vel greiddur í dag. Þetta dýrasti leikmaður FM 95 Blöð, enda næst launahæsti listamaður landsins Steindi Junior. Hvernig ertu? Já, takk fyrir. Ég fyllandi góður og fróandi fyrir þetta. Já, það eins og þú að vakna réttu meginn í rúminu eða farið réttu meginn úr því. Já, veistu hvað, ég kann hrikalega vel við Egil svona órakaðan og við erum bara að hanga saman í allan dag. Við getum viðurkennt það, við fengum okkur 2 borg á hann fyrir þátt. Já, 3 jafnvel eða 4, maður getur að leiða. Ég tók ekki eftir þessu það svo dimmt inn á kúljakan. Þetta gerir, sko, Egil svolítið svona, hann lítur út eins og hann hafi svona farið út í morgun án þess að pæla mikið í sér. Pínu bara eins og sé búin að gefa stuð. COVID að sigra? Það engin uppgjöf í þessu út. Ekki uppgjöf, þetta meira bara svona. Mér finnst þetta að gera að tölvöld meiri kartmanni. Mér finnst hann vera Þetta harður svona? Já, grjótharður. Ég væri til að sjá Egil, ég sé hann með góða og þétta skeggrót. Ég væri til að sjá hann bara með allskegg. Ég þarf eiginlega að setja það inn á Instagram því að maður sér þig ekki oft svona. Ég er unemployed. Byrðu úr með þennan þátt? Já, þetta er eina vinna mín núna. Og þú veist, ég er ekki með einn gig og er búin að loka allir gimmum og ég er unemployed og þetta er unemployed lúkið mitt. Og ég höndla ekki, ég hópi raskat á. Þetta er svolítið svona eins og þeirra unemployed lúkið mitt er þetta geggja. Þetta er svolítið þeirra eins og menntaskóla og háskólagengið er í prófum. Já, það er svona eins og sett í prófum meil. En ekki það, þú bara lúka vel út, harður að sjá. Thank you. En það kom nú góða fréttir í dag, loksins. Það ekki, flestir í sótkví sem að bara bestu fréttir sem við fengi hinga til. Ég held, sko, að því að við erum ekki þáttur sem ætlar að fjalla mikið um sótkví og fjallar COVID. Við leifum það í fyrst innkomu í smástund. Já, en í fyrsta skipti í langan tíma þá voru 17 manns sem voru röltandi í rugli með COVID. Já, out and about. En aðrir sem voru greindir voru í sótkví. Mér finnst líka allt í lagi að vera ekki alltaf að hamra á sem heildatölum heldur hverju voru lausir með sótkví. Nei, með COVID. Og bara náðu sér niður fyrir jól. Já, og það hefur ekki verið við erum í bestu málum hinga til í þessari þriðjubylgju. Nú ert þú samt eða COVID-sérfræðingun okkar. Það er ekki hægt að ræða þetta við Steinda því hann er búin að fara sjösunum í skimun. Það gerir mig að COVID-sérfræðingun. Nei, það er svona stressboltinn okkar hérna. Hvernig lítur þetta út núna? Hvað er vaccín á leiðinni? Já, það eru 11-12 útgáfur af The Vaccine á leiðinni. En því meður getur enginn tippað á hvernig út af því að máli við félagarnir voru síðustu gæðin sem fá The Vaccine. Það stendi þetta verður í fyrstu grúpu. Það er máli að líði, sko fólk sem er í áhættuhóp fyrst er dælt inn í það. Þannig að fólk sem er í vesinni með their body weight og eitthvað undliggjandi súkdjóma eins og Steinþór, það er dælt fyrst í þá. Menn sem bekkja 155 eins og ég og Blondell, við erum aftast í röðin. Þannig við fáum þetta helviti seint. Ég lofa því, þá verður búið að sprauta í alla Íslendinga. Þá verður hringt í Gilsárun og Blondell. Strákar, nú kíkið hérna inn. En svo fannst mér fannst eitt svolítið interesting. Ég var að sjá á Facebooku daginn, ég var bara eitthvað svona í newsfeedinu og þá sá ég status frá Gísla Erni leikara og hann spurði basically á maður að fá sér mótefni við, til dæmis, ég held að hann hafi verið að tala um þessa influencer-sprautu sem allir er að fara í núna.
á maður að fara í hana? Og það voru ykkur 100 eða 200 comments á vegnum hans og þetta var drengir 50-50, fólk var bara nei og sumir sögðu já, aðri sögðu auðvita og aðri sögðu nei, þetta fer bara þannig að þú veist, ég er ekki viss allir Íslendingar sé að fara að býða í biðru eftir að fá sprautu. Anti-vaccínliðið clowns. Er það klán? 99,9% af liðið sem er anti-vaccín eru gangandi clown. Þú ert sérfræðingur. Hann er sérfræðingur okkar. Ég sé þig Steinþór, var hann anti-vaccín mann. Því mjög þarf að nota með muscle þá. Það er sem staðan er hann þá orðin one of the clowns? En Steindi er náttúrulega clown. Nei, ég myndi samt fara í sprautu sko. En þetta er samt, þetta var samt ég er maður sem fyrir sprautu, þú þarfst ekki að nota your muscles. En svo sá ég líka daginn að sko allir sem eru búin að fá veiruna mættu hittast. Já. Þannig að basically ekki það hverfisbarinn mætti auglýsa, herðu, allir sem hafa verið með COVID komið með hann þegar við jamma saman. Þetta er vitlaustöður. Það var uppástunga á fjölmiðlafundinum. Þórólu sagði bara hvað are you insane? Hann sagði, just, og því að þóttu sett búin að fá veiruna þá getur þú borðið hana. Já, en ef það er allir á sama staði sem eru búin að fá hana. Ef þú ert með eitthvað reysa partí Auðun Blöndal. Já, COVID-partí. Já, heldur að sé ekki ógeðslega margir sem er að fara að lauma sér inn í það partíða. Herri, ég er ekki sér sér smitist, 90% liður er búin að fá þetta sko. Þú veist, þetta er að testa í það labbarinn og sanna á það að fengja hana. Já, þú getur gert það með miða. Þetta er eins og Pétur Jóhann, hann og konans fengur bæði COVID og þau eru á leiðin til Köpen og því að þau geta því þau eru með the golden ticket, þau sína fram að herru, við erum búin að fá COVID. Þetta er bara eins og, hvað er það, Willy Wonka. En hversu djamþist er lið eða getur í alvörun ekki beðið í 60-90 daga eftir að koma frá hverfisbarinn? Ef þú verður ekki búin að fá COVID ef þú væri búin að fá COVID getur flaskað upp á hverfis með öllu hinum liðinu sem er búið að fá COVID þú myndir ekki gera það sem ég gerði síðast fyrir 2 eða 3 árum. Tvítugur á lausu, búin að fá þetta, treystum mér þá verður til í COVID. Já, en veistu hvað, ég er bara fertur heima með 2 börn og þetta er þú ekki djamþistur út fullur á miðvikudaginn, einhverjum tölvuleikjum fyrir saman alþjóð. Það er ekkert allir þar. Sumir vilja komast á skemmtisdaga. Ekki tala illa rauðun og klaka á minni vakt. Ekki því Nei, ég fíla það og ég hrósa það, minnst það góða hættir. En þú ert að fá það á miðvikudag. Fór eitt á COVID-test daginn. Því líka viðbjöður, þú búin að fara eitthvað 9 sunnum. Þetta var óþægilega sem ég gæti prigg upp í heila. Venst maður þessu eftir 8-skipti? Hvenær hættir þetta að vera Nú ætla ég að stoppa ykkur. Ég er ekki búin að fara 8 sinnum í COVID. Hvað er að fara oft, cirka? Ég hef farið 3 svar og dóttir mín fór. Það er engin íslíku farið 3 svar. Jú. Ef að Steindi vaknar og rópar þá hugsa hann, herru, þetta getur verið COVID. Þetta er gaman að fá þetta upp í nefðu. Nei, þetta er bara frekar óþægilegt ef ég var að segja frá. Það var bara verst að sé ég lendi í. Nei, kom að þetta sekundu. Nei, 5 sekundur, hann sagði til upp á 5 hann lék sér að tella ekkert eðlilega hægt. Já, en guys, við erum bara fullandi menn, við fáum bara prikk í nefi og tökum þetta kassan. Þú fengið eitthvað sem að þólið ekki eil. Já, hann taldi að 1.1 sem beðinni 3 sekundur 1.2 hann þóldi ekki sann, sko. Hann vil bara vita hvað hann veit alveg vel lengi að þinni, sko. En þú veist, ég meina, sko, með myndina af Kolbarnum í röðinni, þá myndi ég halda að hann væri búin að fara svona 30 sinnum, af því að hann var ekki að kippa sig mikið upp. Hann var ekki stressaður. Hann var að loka business til í röðinni. Er þú búin að fara púp í þetta? Nei, ég hef aldrei fengið. Ég var að prófa þetta viðbjöður. Þú voru að prófa þetta? Álfur viðbjöður. Vá, góð sölur að það. Þú verður að prófa þetta er viðbjöður. Vá, hvað er hlakað til? Nei, þetta er nefnilega bara alls ekki viðbjöður. Jú, þetta er ógæslegt. Þetta er bara allt í lagi. Heldur þetta sé mjög þægilegt, þetta er mjög langt frá það. Fyrst þetta koka er svona Þú veist, ég bara Kúaðist ekki að þetta fór yfir kokið það? Þetta er svona 10 svona Ekki verið að hræða fólk sem er á leiðin í þetta. Ég er ekki að ljúga. Segðu frekar þetta sé bara Við erum enda að ljúga aldrei að hlustum. Þetta er fólk bara svo bara vita, þetta er viðbjöð. Nú ætla ég að segja alveg reynskilinn, þetta er það ekki. Þetta er bara, þetta er þunnur pinni. Þú ert líka bara að fara 100 sinnum í þetta. Þú ert búin að venja þessu. Þetta er minna en eyrnapinni sko. Þetta er þunnur en eyrnapinni. En ég er orðinn grimmur grímukall. Ég er með grímun og allt. Sveppi sann, ég heyrði Sveppi gær. Hann lendi í einhverju rifrildin í bónus þegar hann var ekki með grímu og það var einn eldri maður sem lét hann heyra það. Sett á því grímu þannig að drenguði mikið eða eitthvað. Jú, það fannst mér að finna inn. Málega þú ert sko Málega að þú ert ekki með grímu sérstaklega þú fyrir til búð í dag. Það er sem eldra fólki. Þú voru líka respekta bara eldra lið. Fólk er á nálum. Þetta er náttúrulega leiði á þetta. Ég var að segja, ég er á grímu. Nei, ég segi þetta er smá eins og að fara í grímupartí og vera ekki búning. Það er endar ekki á minnivakt og ég ætla að vera með grímupartí loksins aftur í sumar. Já, við út alveg að fara að geta kert í það sko. Já, ok, þá ætla að vera andalega COVID-arsli búið. Alveg 100%. Já, en ég er spað að þetta í mæ. Við þurfum ekki að fara að ræða það hér svo við erum með rosalega þáttandekur í dag. Kæru hlustendur að þetta er besta partí sem haldið við verið.
Grímupartíin eru svona, þetta eru basically Þetta toppar áramótin. Akkur leifur ekki einum hefnum hlustenda að mæta í partí? Það væri rosalega skrítið sko. Nei, akkur, it's a great honor að fá einvæti í grímu. Þú sko, þarft að bjóða, þú er alltaf að setja. Það er hægt að, þú getur bóðið mjög fáum í partí. Það er ekki hægt að fylla þetta partí sko. Það gengur ekki. Já, en það væri mjög skrítið að kæma einhver bara sem enginn þekkir. Það væri veistla. Jóða einum hefnum. Það má svo smínum, ég er alveg til. Ég ætla að hósta þessum leik. En við erum með, rosalega þátt og ber þar hæst að það er nýr dagskráliður í dag. Já, þið heyrðu rétt, kæru hlustendur. Það er enn einn nýji dagskráliðurinn. Já. Og hann heiti Should I Stay og Should I Go og kemur á steinda. Það er bara hár rétt. Should I Stay og Should I Go? Hann verður á sínum stað hérna á ettin í fyrsta skipti. Ekkert á sínum stað, hann verður aldrei verið aðeins. Það er að útskýra hvað það er eða bara eftir það? Útskýra bara svolítið eftir. Já, ég sko, það er svo gaman að því Egill veit ekkert hvað það snýst, en ég fekk hann til að tala inn á lið. Það sem hann var að lesa á þann fyrir þátt, það fyrir þennan lið. Já, það var fyrir lið. Og hérna, eðlilega ertu confused, Egill, en þú ert sko... Það verður næst að vita hvað, ég var að lesa um trailer, ég veit ekki fyrir hvað kom. Nei, þetta er ekki trailer, en málið er að þú ert þekktur, landsþekktur fyrir að vera með Great Gaming Show Voice. Thank you. Og já, hvað nýta mér hana í nýja liðin? Já, svo erum við með klefa þar sem að ég lagði orð í munn fyrir Steinda. Það er alltaf hressandi, ég bjóð til ykkur kjafta þessu orð og hann þurfti að nýta það í símtalinu. Við erum með spurningakeppni. Gilstarans, hvað er áttur í dag? Þú sagði mér að náðan. Ég er ekki búin að heyra það. King of going after what you want in life. King of Býta okkur þetta baka þig. Af hverju? Þú segir ægi við öllu núna. Nei. King of going after what you want in life. Þetta er langur titill. Ég set með markmið og ég næðin. Ég hef sagt þér frá 2 lélugum lágpunktum í mínu lífi sem voru markmið að fara á ganga á eftir dömum kannski og þetta keppnin heitir eftir því. Ég er nokkuð vissum að það sé ekki hann. Nú, já, það. Er þetta Ertu tilbúin til þess að lofa því? Hvor er líklegri? Hvað myndir þú setja stöðinni? Þú ert svo mikill underdog. Blöð er alveg þannig dýpa, ef maður setur markmið þá næra þeim, sko. Okay. Þetta er alveg titill sem ég er til í. Ég held að þetta sé 50-50. Akkur heitir þá ekki keppnin bara, þú veist, hver er með betra markmið 2020? Akkur heitir keppnin þessu? Hvað heitir hún áttur? King of going after what you want in life. Já, það er þetta bara grjótaru titill. Þú vilt vinna þetta. Ég skil ekki þess að neikvæðin Steinda. Mér langar að vinna þetta. Nei, ég hrættu við þetta. Þú ert með How Do You Do Fellow Kids. Já, það er sínum stað. Sturla staðarindir hafa ekki verið í 2 vikur, þannig ég ætla að koma þeim inn í dag. Mér er alveg sem að hvað þið segir. Seinast ástu bara með hrossaskít. Það var fyrir 2 vikur síðan. Svo erum við með annan klefa, skellta mig og í fyrsta sinn í langa tíma flottulaðakeppnin. Hún hefur ekki komið lengi hjá okkur, þannig að... Hvað er konseptið í dag? Konseptið í flottulaðakeppninni er hvaða lag ertu með undir ef þú væri Þórólfur að labba inn á blaðamannafundin til þess að segja Íslandingum we're COVID free. Basically bara það er ekki einn maður smittar á landinu. Þú ert með rosalustu fréttir ársins og ert að labba inn og það er eitthvað lag undir. Hann er með gettablast. Útskýða betur eftir. Þetta er í kerfinu. General public sem velur winner. Já, the general public eins og þú kallaði þau hringin. Og kanntu að answer the goddamn phone á þessum græðum það? Það er þetta góð punktur. Ég ætla að tala við Völu, Vala er ekki farin. Já, það getur ekki verið það flóki. Ég setja þennan sleðu upp. Mikilvægt í þessu lið, sko. Já, bara 10 ár á tökkunum. Ekki á þessum tökum. Nærðu ekki að setja hlustendur í beinu. Þeir voru að hrósa mér daginn. Það er búið að vera lítið af rugglið. Bittu bara hlustendur bara hringja núna og tjekka á því. Ég prófaði þetta eftir. Ég held að númerið okkar sé ennþá 511-0957 allavega. Herru, svo verð ég að minna á, það fór alltaf hliðina hjá Shaken Pizza síðustu helgi. Þeirra fyrsta sinn FN95 blöð tilboð. Það var sem er núna helgina er gamalt og gott, þannig að ef þú voru að dýrka pítsunar og þá getið þið, ef þið kaupið 3 pítsur að fáið þið eina frýtt. Settu við partíin. Já, það er 3 fyrir 2 pítsum og shakeum. Settu við Sjetjó á hliðina. Já, það kláraði stegið. Já, hann var í vesenni. Þannig að það er geggjað. 3 fyrir 2 af pítsum og shakeum á Shaken Pizza alla helgina, þannig að tjekkið á því. Sko, ég byrja þáttinn alltaf á Bubba. Við erum búin að vera með það svolítið þannig núna. Það er engin kvartaði því nema einn einstaklingur. Hver kvartaði því? Það er Leðarsson. Hjöppi K, hann vil meina að við ekki að spila Bubba í byrjun. Hann er þreyttur að því. Hvernig getur hann kvartaði yfir Bubba? Ég skilða ekki, reyndar okkur, ég gef Hjöppa, hann er með besta podcasti á landinu. He changed the game í podcastinu. En það er bara 10. hiti alla daga. Já, ég elska. En það er ekki sól á þróttaramerkinu. Nei, því miður. Ekki skuggi heldur. Það er svona eina. Samt fínt veður og þetta er ekki. Langa logn og 10. hiti. Hvað viltu meira? Miðjan október. Herðu, það er komið að slúðri hér í FN95 og
Er þetta brakandi fest erlendslúður? Já, brakandi fest erlendslúður og fyrsti mólin, þú eru ekki ánægð með hann Egill. Ha? Já, því miður. Hvað að gerast? Okay. Því þetta er nú ædolið. Hún var í viðtali, hún Kate Hudson á dögunum, þar sem hún var að tala kossasenur og annað, þú veist, bara að vera að fara yfir ferilinn og hún var spurð hver væri lélegasti mótleikarinn sem hún hefur kysst, þess að vesti kossin, on-screen kossin. Okay. Það var Matthew McConaughey. Hæ? Já, Vesti kossin var Matthew McConaughey. Hún hefur kysst Robert Downey Jr. Sagði hann var í fítn og fleiri og margir leikar en Vesti kossin að hefði verið Matthew McConaughey. Það meikar bara ekki sens sko. Okkur? Og það hefur verið séð Matthew McConaughey. Já, það þýr ekki hans er góður að kissa. Hann er ekkert eðlilega hugulur. Hann er mjög sættur, ég gef honum það. En hann er greinlega En alltaf sé ykkur pirringur hann eitthvað svona, þú veist, eitthvað sem við vitum ekki þú veist, gerðist eitthvað og veist, hún er að hefna sín með að segja hann kunni ekki að kissa. Ég þetta meika og þetta er alltaf meika ekkert sann sko. Erum við að tala að Matthew McConaughey er hann aggressiv með tunguna í kossunum? Það er ekki gott. Er hann með tunguna allstað? Það er talið vera vestu kossarnir Þú ert alveg á milljón bara. Þú bara kissir ykkur að stelpu og svo ertu bara það er bara Þetta er leiðilegt að heyra. Ég er mikill Matthew McConaughey maður. Hann er ekki með tunguna En byrju, ertu alveg pottetur á því að slest eitthvað upp á það? Já, ég er svona Hvað ég er hann að finna hann að koss. Hann er ekkert með tunguna. Já, ég trúi þess ekki. Nei, ég datt svolítið út. Hvað kona sagði þetta? Kate Hudson hérna leikuna. Já, ok, og hvað En þau eru samt góði vinir. Því að hún var í einhverju podcasti hjá honum daginn og eitthvað, þannig að það er ekki búið að sletta þetta á vinskapin. Já, þau voru í How to Lose a Guy in 10 Days. Já, sem var bara mjög góð mynd. Myndirðu henda vininum svona undir rútuna? Já, hún hefur kannski sagt þetta í gríni og svo kemur þetta, veist, þetta hafi ekki bara verið Matthew hlæjandi eitthvað svona og þá svo bara kemur fyrirsögnin Matthew McConaughey kannski þægilegt að henda vininum undir rútuna. Já, þetta er pínuð þannig. Já, ég skilji það. Það er bara Matthew að bæta þetta, það er bara að æfa sig í sleik. Eru þið góður í sleik, drengir? Það er náttúrulega, hann getur æft sig á handabakinu. Erst þú góður, Steindi? Er ég góður í sleik? Já, hefur verið hrósað fyrir your kissing technique. Hvernig annars er þetta að spyrja mig hérna í beinni útsendingu? Ég er Steindi sér góður í sleik. Já. Ég væri gæla, ég myndi alveg að sleik og senda. Heldur að Steindi sér góður? Já, ég myndi alltaf. Ferðu hægt, Steindi? Hann er kúrudýr. Tekur mikið af tungunni í einu þegar þú ert að kissa? Mér finnst þetta bara mjög óþægilega rumlaður. Ég er neitt að taka þáttinn. Ef ég var alveg hreinskilin, mér finnst þetta bara óþægilegt og ógíslegt. Þetta er nú bara kossar. Við höfum nú rætt þetta líka á þess Er fólk eitthvað ógeðslega mikið í sleik? Þú veist, ferðu heimtíðin til dæmis bara á mánuði eftir vinnu heim og ferðu bara í sleik? Ekkert eitthvað fyrsta sem ég geri. Þú veist, ég meina, ef þú ert í sleik ferðu bara í sleik og svo ferðu bara elda matina. Ferðu í sleik þegar þú ert að fara að bralla eitthvað? Þú ert bara bralla eitthvað? Það ertu 10 ára? Nei, þú ert að fara þú veist, þið er að fara að snáðast. Já, það er líklegast að það tengist því. Já, þú veist, maður er ekki bara herrastu mín, ég farin í vinnuna, ætlað þú að sækja, tekur eitt sleik og fer svo bara út í vinnuna. Það er svo spes, sko. Það er skrítið. Það er helviti skrítið. En þú heldur að sett góður? Í sleik? Það voru ekki mín orð. Já, ég held ég sé bara svona, já, ég er bara fýtt sko. Ég er alltaf búin að vera í sleik mikið. Gegnum árin, ég er alltaf gamall. Það er ok, þá er það næsta slúður. Við erum búin að crack it og hún hendi vini sinum undir rútuna þegar ekki, Egill. Já, það er eitthvað, ég þarf að rannsaka þetta aðeins. Það er góð niðurstaða fyrir Egill. Ég var að fá þessu upplýsingar bara núna. Já. Þú veist, þetta lítur að vera eitthvað flip því þetta er Matthew McConaughey. Já. Herru, næsta slúður, það er Sharon Osbourne og Ozzy Osbourne. Þau hafa nú ekki verið mikið í slúðunni með F95 blöð. Þau hafa verið mikið í sleik. Þau hafa verið mikið í sleik og ekki bara í sleik því að þau eru fann að stunda minna kynlíf en þau gerðu áður, segir hún. Þau eru búin að vera gift í 33 ár. Núna gera það bara nokkru sinnum í viku en í gamla dag gerðu það 3 sinnum á dag. Bara nokkru sinnum í viku? Hvað eru þau, 60 eða 70? Ég nenni ekki svona slúðri með því áspóns. Ég félag að ég fara að baka einu svona 8 áttna fresti sko. Hvað, nokkru sinnum í viku? Eftir 33 ára hjónamann. Seinast þegar ég nefndi að horfa á þessa ömulu fjölskyldu, það var fyrir svona 10 árum og þá var Ozzy lappandi með staf í þáttunum
Þetta segir mér að hann sé núna þrisar, þetta er svona Nei, nokkuð sem með viku Já, ég er að segja það, hann gæti ekki eins og stundu kynlífi á 5 ára fresti Ég er að segja, það er verið að reyna, veistu hvað, það er búið að mjólka þetta svo mikið að það er verið að reyna algjörlega allt Þau eru ekki með þátt lengur sko. Nei, sama hvað þau eru með í gangi, þau eru bara að reyna algjörlega allt Það er bara að mjólka núna, bara hefur getur gert bara það verið, hún með blaðamann á línunni Ég vil ekki vera leiðilegst og hún segir bara, heyrðu, bara eitthvað skrifaði bara eitthvað og við erum klár Sumir í stúdíónu hljóma jelly Nei, en þú veist sko, í fyrsta lagi þá held ég að nei, það eru bara mjög fá manneskir sem myndu vilja stunda kynlíf 3 ára á dag það er bara kvöl Þau fóru úr 3 ára á dag í nokkru sinnum í viku og þau eru fætt 1950 Þetta er náttúrulega bara lígi fyrsta leið Þetta er bara, okkur langar Ég get lofa þér því, ef þú myndir googla aðeins betur auðvitað, þá er hún að gefa út eitthvað nýtt prumpu ylvatn eða hann er með eitthvað hann er að fara að túra á okkur pöppum það er eitthvað catch og þetta er svona gamla góða bara, herru, við erum búið með allt hvað er að gera núna? Já, herru, segjums bara að vera ennþá virk í rúminu og svo saman, við fáum öruglega eitthvað Bara þú vil meina, sem ég skal alveg þú er sannaði hérna í slúðrinu slúðu sérfræðingur F95 þú segir bullshit Já, auðvitað er þetta bullshit maður. Hvað heldur að þau séu bara að stunda kynlíf bara 4-5 sinum í viku eða? Hann er snillingur að lesa í slúðrinu Ossi Osborn bara, þú veist En eftir viku kemur út eitthvað ylvatn, eitthvað kynlífsylvatn Nei, ég er að segja, þú veist, ég er ekkert endur að segja það Ég er að segja Hún sé að prómóta einhverju sem er að koma Já, málið það, ég held að þú ert búin að vera Þú ert búin að vera heimsfrægur og all eyes on you endalaust Svo er enginn að nenn að pæli þér Þá nennur alveg að þú segir bara eitthvað til að fá eitthvað staðar. En ertu þá ekki bara heima að horfa á Die Hard eða er ekki skýt saman? Já, það er eins og fólk verði bara að há þessu eða eitthvað, ég veit ekki Herru, svo er það lokaslúðrið, ég fjallaði með hérna um daginn að Cardi B væri að skilja við rapparan Offset en þau eru byrjað aftur saman Cardi B er það sem er með uppáhaldslægi með Where's Pussy Já, það er akkurat hún Það er eins gott að, ertu það ekki næsta lag? Það er WAP, nei, við klukkan að vera 12 og við skuldum auglýsingar Það var Egill Einarsson sem kom þessu lagi í spilun á svona stöð Er það komið í spilun? Er það ekki bara þeir sem er að spila? Nei, ég bara reyna að berja það í gegn Rosalegt lag Ekki að þú ert að hlusta Beint í hlustum með þetta, A-spilun Það held ég, þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 Þetta lag heitir Tones and I Ég sveimi þá, ég var að fíla þetta En þið drengir, voru það næði með það? Ég var ekki mikið að hlusta, ég veit ekki Ég veit verið lög Þetta var bara svona, var ekki bróð Ég væri til í meira tempo og harðara tekno sko en Þú ert ekki að koma harðara tekno inn á stöðuna, þú ert búin að reyna það í nokkur ár Já, ég veist, ég reyna að berja það í gegn Þú lærði ekki einu sem að koma Wet as Pussy inn sko Lugtum dyrum Nei, ég veist, Rikki er ekki nóra mig með steratónlistina og WAP En ég held áfram að berjast Já, þú heldur áfram að berjast Það styttist hér í klefa sem er að leggja orð í munn en áður fyrir mig það ætlum við í kortmundur frekar og ég fekk fólk til að hjálpa mér á Insta fyrir 2 vikum og það dældust í spurningar þannig ég er ennþá með frá því og komum svo marga góðar Er það ógeðslegar og það hafa verið? Nei Þetta er for the general public Já, en það er einallega sem að ég myndi segja að væri svona á bremsunni Við vil enda á henni Fyrsta spurning kemur frá Stóra á Akureyri Wow, hann er þetta fárveik Hann er vel með skrýtna spurningar Hvort myndið frekar, þannig að það er ekki við mig að sagast Hvort myndið frekar, við sjáum dýr Sko, mann alltaf sér fólk oftar Það er akkurat máli eins og til dæmis Það er ekkert verra að koma í heimsótt til eitthvað svo 100 mætið og þú ert bara með Og ef einhvern veginn stendur, þú getur ekki lappað úti með einn svona 1 sekund og þú sér fugl sko Þá áttu með stífanum leið sko Já, en sko, ég meina, ertu alltaf að sjá bara fugl? Já, ég er að horfa út núna að það er fuglana Já, en hvað er fugl? Bara hana? Já, ég er að horfa á ykkur, ég var búin að fara 2 í stampinu núna Og þú sér orm, það er dýr Stífur Maður sér aldrei orm Ef þú ert ekki að móka hólum þá sér ekki orm Hvernig sér orm? Þetta er bara ekki einfalt sem þú heldur sko Veitu hvað gerast ef hann sér orm? Stífur, leið Og líka, og flug Stífur Þetta er keppni hvað segir á stífur Ég veit alveg hvað átt við Ef það kemur fluga, þá verður stífur Ég veit að þú er búin að segja Sem hlutlust dómari, þá er eigin búin að pakka þið saman Ég veit að segja mér aðeins Sjáu þið oftar flugur og orma? Ég sé orm svona 3 ári, max Ég veit ekki hvað þið eru að sjá alltaf orm Það eru fleiri dýr en orma Það er ekki ormar í Mosó Kannski polli eða eitthvað eftir mikla rigningu Mikið ormum í kórakörnum sko En ég sé þér ormar sko Orm? Er ekki ormar í Mosó eða? Nei, ég er ekki að lappa út og ég sé bara orm
Þegar ég hugsa, ég hef ekki séð orm í svona 10 ár. Já, kannski bara þetta rigni mikið að það upp á kjallar sko. Ef maður fyrir að veiða, þá kaupir maður orma. Hvernig ert þú að veiða? Ég fari kannski 2 ára að veiða. Ég veiða aldrei neitt. Aldrei fara að veiða sko. Einu sem þú reynir að veiða eru konur sko. Ég er lélegur að veiða. En ég er að segja, maður fer alveg að veiða. En ennið þú segir, þú ferður allir í göngutúr saman. Þú ferður út að núna að ferði í göngutúr úti. COVID-göngutúrið, nú sagður okkur frá honum Þegar ég er að vinna heima, þá fer ég flugur og orma og fugla. Þá ertu með stímar allar tíman. En þú hittir kannski 2 manneskjur á leiðinu sko. Það er hendur að núna að vera að lendi þessu þegar þú sér dýr. Ég viðurkenni það alveg. Nei, þegar þú sér fólk, fyrir ekki. Nei, það er hendur að, já, það er hendur að. Þú veist að því ég sé ekki orma, en ég sé alveg ketti og fugla. Er ég það svar, drengir? Já, er þetta ekki long term dæmi eða? Erum við að tala bara næstu vikuna eða? Hvernig var þetta? Ég heyrði ekki hvernig þú opnaði þetta. Þú bara velur. Já, bara for life. Að eilífu. Að eilífu. Já, ok, segjum næstu 2 ár. Já, það er hættulegt ef þetta var að eilífu. Sko, ég segi, og það ég fyrir ársóttíð og það er ekki mikið að fluga þar. Nei. Eða fuglum það er mikið að fólki og þá er fínt að vera ekki með stífan skilur að hitta fólk og eitthvað hvað ertu búin að segja stífan oft í þessu ringum? Skárra í göngutúr skilur þannig að ég tek frekar hérna þegar ég sé dýr þú sér dýr satt spes að bara veiða með fluguna og meðan stífan mjög rosalega spes Steindi, hvort tekur þú? Ég er ekki hrættur við veiðina veiðibónirinn og Egill en það er miklu verra að vera ásatíðin Hvað ætlar að með Dóra DNA og í stífulunum með stífan? Ég ætla að fara bara í næstu spurningu 50 og nefnið Dóra því að senast er í vittið það ég held að hafi verið með Dóra við fórum að veiða í einhverju vöðlum og eins og hálflitar Hvort myndið þér ekkert aldrei tampust ykkur aftur eða aldrei skein ykkur aftur Vá Sko máli er að ég meni Sko þetta er 2 hræðileg almennilegur Þú þarft ekkert að auglýsa það þú tampustið og skeinið þér Egill það átt að segja þetta á því þetta er ekki Nei, þetta er bara hræðileg almennilegur Já, þú vilt ekki sko málið það þetta eru hræðileg almennilegur Áttur eru slæmir, þessi eru hræðileg En ef þú ert með skít þú veist, ef þú ert að labba Getur skólaðan? Já Þú mátt bara ekki skeina Já, það er það ekki indverska leiðin Máttu setjast á bunu eða? Já, hvernig ætlar að gera það hér upp í vinnu? Það eru bara vaskar Sko, máli er að Íslandingar vita það ekki til dæmis eins og Japanin, hann er með Hollywood-klósettin Allir Japanar eru með þetta og Hollywood-stjörnur Ekki við erum að setjast á okkur kaldar setur og allt í rugli Þeir hita setuna, það er vaskhusa, blástur Þeir eru með klósettist í sambandi og það eru allir Japanar eru með þetta Það er bara veistla að fara á klósett Steindi er a compulsive skeinari sko Þú veist hann þetta er erfitt við þeim og segir ekki að vera svona að hægja sér Þetta er miklu að vera hann sko Já, ég er náttúrulega, ég veit ekki það Ég krumpa í 2-falda lótus En þú ert ekki mikið að tampustæða Steindi Þannig er þetta ekki bara rétt fyrir þig Ó, ég parast að rugglaði En ef að Steindi er að vara viðskiptaföld hann er að fara að hitta, hann er að fara að loka díl Getur sett tyggjum Þú getur ekki sett tyggjum við raskat Þú ert ekki búin að skeina þér eða ekki búin að tampustæða Þetta er alveg hræðilegt Veistu hvað, ég klæja líka í rassin, þú veist Ef þú ert illa skeindur Það er ekki hægt sko. Þetta er að fara í ruggleita Ég þarf svör Sko, máli, nú ertu að tala við mann, ég ætla bara ganga út Ég ætla að segja bara þetta I'm a professional wiper Þannig að þú ætlar að hætta tampustæðin Já, af því að ég geimi Tennunar ég að vera ógæslar Lög kom með líflínu hann sagði tyggjó ef maður fyrir talandi svo hann pússar tennunar reglulega og tyggjó, bjarga maður ekki það Jú, og máli er að þú veist, eins og ég segi þú veist að tvennu illu Þannig að þið ætli báðir að hætta tampust ykkur Ég er maður sem geimi rúlunni friski sko, bara svona fyrir sunnudagana sko. Steindi var að segja, hún klæjar mikið í rassin ef hann skeinir sig ekki nógu vel sko. Þannig að þið tóku báðir tampustana Nei, býtu, ég var að leira þetta Þú sagði rétt á það Ég segi, þú klæjar mann ef maður er illa skeindur Við erum að tala um þetta í 4 mínútur Ég er mjög vel skeindur Síðasta spurningin Þú skeiniði frábælega og þjóðun veit það Síðasta, og hún er frá Þetta er hann Hrannar Guðmundsson Hvað þetta hljómar Það hljómar sem að segja eitthvað að þeir dreng Ég heyrði það bara hvað Hvað okkur, að þetta er Hrannar og pappa seti Guðmundur Ég veit bara að þetta er mjög weird spurning Ég heyrði það bara, Hrannar Guðmundsson Málega það líka auðvitað að þetta hljómar er svo made up name Nei, ég sverða það Þetta er ekki made up Hvað er made up við það? Guðmundur og Hrannar eru bæði mjög algeng orð Já, en ég er að segja Hafði ég sagt Hrólfur Herjólfsson þá myndi ég kannski skilja þetta Þú kastaður þessi bara svona Já, næsta er það frá Hrannari Guðmunds bara Þú átti að segja Hrannar Guðm Ég þekki mannin ekki Hann sendi mér þetta á Instagram Það er að koma viðbjöður, ég sé það Hvort myndið frekar Sofa ég á tengdamömmu ykkar
og allir frétta það eða sofa hjá tengdapabba ykkar og þið farið með það saman í gröðuna? Bara ég og Siggi sjómaður. Það er rosalega. Er það tengdapabbi? Já, Siggi sjómaður. Það myndi ekki nenna neinu svona rugli sko. Þetta er alveg Þessi er góð. Já, þessi bara Þetta er hræðilegt sko. Já, Hrannar, það er bara vel orðað hjá Agli. Það er eitthvað mikið að hjá Hrannar. Nei, hún er nefnilega gefn ógslegu hér. Nú, finnst þú þú bara þægilega? Ég er að stjórna þessu hérna. Fær Logi Bergmann þennan skýta þig Það er að sofa hjá náttúrulega tengda mömmu eða tengda pappa Já, sem er hæðilegt, ég veit það. Ég var að fatta. Já, þetta er ekki þægileg spurning. Og Steindi, sérð þú þið fyrir það sofandi á tengda pappa? Sigga sjómanni? En þá fréttir enginn aður. Rugglaður það? Já, veit. En þið farið með það saman í gröfina. En allt Ísland fréttir hitt. Maður að gamla skólanum. Það bara gengur. Hvað sagði þetta? Hann gefur hann að gamla skólanum? Ég sagði þetta er maður að gamla skólanum. Hann er bara brjálaður sem að tala þetta. Ég það svar samt. Og líka Steindi myndi fá einn af gamla í því sko. Það er í veistla sko. Akkur væri það eitthvað mikið veistla? Jésús almatur. Það var eitthvað meiri veistla. Það væri þetta veistla. Þú fengir þetta gamla skólanum frá sjóaramma. Ég myndi borga inn á það síðan. Ég ætla að leifa Agli að taka þetta fyrst. Hvað segir Egill Einarsson? Þetta er bara mjög erfitt. Hvað gerir ég það svar drengir. Hvað gerir tengdapabbiðin? Er hann Sko, er þetta fósturpabbi konuna sem er tengdapabbi eða Já, þú mátt byrja hvað. Annar er eitthvað sem átt frekar pappin, ég er með 2 pappa. Skiptir það einhverju mál? Vel upp skári kost. Það er velja bara. Það er velja bara hvað. Ég ætlar að velja hann þá eða? Ég veit það ekki, veistu hvað ég sofa hjá tengdamömmu og allir vita hvað, ég veit það ekki. Hvað gerir tengdapabbiðin? Þeir eru með, þetta er með 2. Hvað máli skiptir það? Ég skilja það. Spáði hvort þetta er nýja eða gamli skólinn að það hjá honum? Ég tek bara tengdamömmu, tek þann skell og síðan útskýri maður bara stöðuna. Já, ok, en þú Steindi? Ég hugsa ég Fáðu þetta gamla? Ég hugsa ég gerir það, já. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. En já, við erum ekki beinni útsendingu núna við Steindi því við erum komin hérna í klefa. Jepsi Pepsi. Við erum að fara í eitt gamlan og góðan sem við höfum ekki gert lengi. Jú, samt, við höfum farið í þetta á þessu ári. Það er að leggja orðin munn. Já, þessi finnst mér skemmtlur. Já, og þú ert eiginlega svona, þú veist þú góður að búa til bullu orðin sem ég sendi þér. Þú veist ekki hvað ég ætla að senda þér. Nei, það fyrir þá sem er að hlusta fyrsta sinn. Þá ringi ég bara í eitthvað byggingarverslun eða eitthvað. Og leið og að svara þá er ég að senda Steinda orð sem hann þarf að koma inn í samtali. Þetta snýst svolítið að dæla út einhverjum lélugum útskýringum og einhverju vitleysu og reyna að gúttira þessa hluti en að halda feysi á sama tíma. Ok, sko, halda hans fyrir eyrun. Ég ætla að leyfa hlustendum að heyra allavega svona 2 sem ég mun henda á þig, 2-3. Halda fyrir eyrun? Hvað, þið taka mér heyrnartólun og... Já, þú mátt ekki að heyra þau, þú ætti bara að fá þau að senda þig að ringi. Ok, alltaf. Heyrðu mér núna, heyrðu hvað ég segja? Nei, hann heyrir ekki. Heyrðu, ég ætla að henda á hann allavega núrnaklepp, mellusnuð og leðurtunga. Ok, komið. Já, herðu. Jepsi Pepsi. Þá ringi ég hérna í einhverja byggingarverslun. Ertu ready? Já, ég er klár. Ég sendi þér fyrst orðin leið og heyri són. Já, þú mátt ekki senda á seint. Ég verða að geta séð það áður en ég fer að tala um það. Leið ekki með són. Alltaf, góðan dag. Já, góðan daginn. Oddur heiti ég er að ringja hérna úr Grafarholtinu. Sælóttur. Sælóttur, ert þú með núrnaklepp núna inni hjá þér? Er ég með hvað segir þú? Með núrnaklepp, sem er svona skífa sem er undir rungafall sem er að fara á milli skrúu og veggjar. Nú kveiki ég alls ekki. Hvað sagði þetta héti? Veitu, er þetta ekki, hvert er ég að ringja? Þú ert að ringja alltak? Já, núrnaklepp. Er það ekki með það inni? Ég er að senda nemann til ykkar. Ég bara kveiki ekki allavega ekki þessu nafni, sko. Er þetta eitthvað sem þú fengi áður? Já, ég oft fengi þetta áður maður. Ég er með nokkra hluti hérna sem ég ætlaði að biðja hvort þú getur flettu fyrir hvort þú væri með þetta inn í búð núna eða hvort þetta sé bara lager. En leðutunga, er hún komin til ykkar? Nú bara kveiki ég alls ekki, sko. Jú, leðutunga, þetta er bara svona hefðbundu tunga sem þú setur á hurðarstoppar alltaf að deyfa höggið við hurðarskell? Nei, við erum ekki með neitt þessu tengt, sko. Er þið ekki með þetta? Þið erum í keiluvörtu? Bara svona nappi sem þú setur á eldúshandföng áður og sagar hringið í kringu. Þú ert örugglega ekki að hringja á réttan stað. Við erum ekki að meina þessi lítur að hurðum eða slíku, sko. Þið eru að selja út þessi verkfæri. Ég er fastakunni hjá okkur, sko. Þetta er Oddur hérna í Grafarholtinu. En hettumúsin, er hún komin allaveg inn?
hulsa sem er sett svona utan bara hefðbundar tölvumús til að hvíla úliðin betur upp á styrkja klikkfingurinn og það? Ekkert af þessu, kannast ekki við neitt af þessu. Veitu, hver er þetta? Arnar heiti ég. Arnar, hvert að það er að hringja? Ég ætla að hringja ykkur, hver er með þér hérna? Ég kannast ekki... Það eru frekar fáir yfir núna. Já, anskotin sjálf. Þannig þeir eru ekki með núrdarkleppin eða leðutunguna eða hættumúsina? Nei, ekki sem ég kannast við, nei. En fórúsnappana, eru þið með þá? Á ég ekki gefa sambandi við einhvern sem að geti mögulega svarað. Já, come on maður, þetta er bara svona hefðbundin nappa til að setja yfir svona fórskrúa skrúu til að ná festu. Þú lítur að vera með hana. Bara svona fórúsnappar. Ég ætla að gefa þér sambandi Stefán, gjör svo vel. Já. Steppi. Já. Blessaður, þetta er 8 fyrir Grafarholti. Er þetta nýr strákur sem er að byrja að vinna hérna, þessi Arnar? Þessi Arnar hérna fram í afgreiðslu, er þetta eitthvað nýr strákur eða? Nei, ég kannast ekki við hann, hann var ekki geta svara með neitt sko. Þetta er 8 fyrir Grafarholti. Er þetta að senda neman að sækja núrnaklepp? Ég veit ekki hvað það tala svo. Já, hann var að segja mér að það var ekki heldur með leðutunguna, hettumúsuna, hulsuna sem við settið bara svona hefðbundin tölvumús. En er þið með mellusnúan inni? Svo tegja sem er svona eins og hálpan sem að setur svona varlega yfir næsta partin á borðnum til að hlífa vélinni fyrir hneski. Þetta er í mótalegunni, við vorum að hringja þannig. Mótalegunni? Hvað djöfull er ég að hringja? Ertu þetta ekki búsinselu vinnutól eða? Vinnutól? Nei, enga veginn. Hvað er það að selja þarna? Hvað er þetta að leita nákvæmlega? Ég er að leita nákvæmlega. Hárneti? Nei, hárneti? Við seljum aðalega álklæðningar og loft, gerðisloft. Það var nákvæmlega sem ég var að spurja Arnar að á það. Ég spurði hvort hann ætti fórhóðsnappa sem er bara basically svona þessi litla örðuna filma til að sem fer milli timburvegs og álklæðningar þar til að venda húsinu Auðun Blöndal, kannski ekki hringt í ykkur að yfir búið sem selur stöf sem við erum að leita með? Við byrjumst einnilega afsökun á þessu síndali. Við heldum að við verðum að hringja bara í bíkó eða eitthvað. Þið eru að selja eitthvað allt annað. Þetta eru topp menn. Já, þetta var geggjað sko. Ég er bara í sprakkula. Hann var sérstaklega góður fyrir sko. Já, hann var svo þreyttur á mér. Hann hafði engan tolerans. Nei, hann sendiði bara okkur annan. Veistu hvað, ég held þetta. Ég var að tala við ykkur að búðu sem var að selja ykkur að skrúur og einhvern einn hamar og svona alls konar lítið dót svona fyrir sem þú þarft að pikku. Já. Þeir voru bara að selja ykkur að álklæðningar og ég veit ekki hvað þeir voru sem að selja. Þetta var geggjað. Þetta var æðislegt. Þetta var bara geggjað og ég er ánægður með þessa gæja. Þeir eru mjög góður Það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Hversu gott er þetta lag? Það er ennþá geggjað þetta lag. Við vorum að tala með það núna í hlénu að lagið er ennþá bara geggjað og það er frekar merkilegt með hvað búið að spila þetta endalaust og þetta er búið að vera vinsælasta lag heimsins bara í langa tíma og svona. Já, ég er ekki komið leið þeim. Maður er ekki komið leið þeim. WAP tók við WAP er geggjað líka. Þetta spila það í dag? Nei, við spilum það eftir. Já, við spilum það alltaf eftir. Það verðum að spila það. Það er komið að spurningakeppni. Áður fyrir mig spurningakeppnina. Ég veit að hann er nú ekki kostandinn okkar en þetta er bara svo góðu vinnur okkar og ef auglýsingadeildin verður brjáluð þá bara biðjumst afsökunar. En Ásgeir Kolbeins, við verðum aðeins að Man of many colbs. Já, okkar besti maður. Já, hann er með punk staðinn. Punk. Hann er geggjaður. Já. Og það er náttúrulega, fólk getur ekki fyrir út að borða. Hann er með afslátt alla helgina þar sem þú getur keypt sturlaðan kjúklingaborgara og ef þú setur passan á netinu punkreykjavík.is og setur passan PFC með stórum stöðum þá færðu 30% afslátt á hann. Þannig að þú basically ætti að fara að sækja þér geggjaðan borgar og franskar á 1700 kall. Og þetta er ekkert eðlilega góð burger. Hver er hvað stendur PFC? PFC Royal Burger heitir þetta hjá hann. Þetta er sturlað. Þetta er kóðin að vera kolb sko. Þetta er punk fried chicken. Ég ætla að gefa Ásgeiri núna mjög frítt fríar ráðleggingar. Við sko, ég hefndi ekki það. Því að það sem gerir staðinn það er Instagram-tríð. Það er rosalegt. Það er rosalegt. Það sem gerir staðinn svo í hrósinu Kolb for real, það er ógeðslega góðu matur. Já, fyrir þetta það, en það er Instagram-tríð. Mjög Instagram-vænt tríð sko. Já, það er lýsingir og fólk vil sjá tríð. Og það sem Kolb þarf að gera, það sem fólk getur ekki fara á sér tríð, hann á að búa til eitthvað skonar format. Tríð fyrir utan? Nei, tríð er bara, þú getur, ef þú ferðir að geta á þannig, þú veist heimsendingu, ferð heimtíðun og borða hamburgeraðan og það eru tríð með þeirra? Þá getur þú sett í appinu, getur þú sett myndaðir fyrir fram að tríð. Basically, herru, ég var að geta á punk. Bara heima? Ég komst ekki fyrir fram að tríð
Þannig að ég gerði ég tók rafræna mynda með við 3. Frábær hugmynd Það er komið að spurningakefni Gilsan. Hvað var þetta? Var eitthvað flókin titil? King of going after what you want in life. Þetta finnst mér líst hrikalega illa. Hver setur sér markmið og nærði? Það Steinþór prófar eða Adam Blundell? Ok. Ég skil ekki alveg Steindað, ég alveg til að vinna þetta. Já. Svona þetta hljómar ákveðlega Vilt vinna þetta? Já. Ok, maður byrja á þetta. Ég er með eitthvað 9, 10, 11 spurningar. Þetta er frekar mikið. Ég reyndum aðeins að kvarta það niður kannski. Það er svo ónákvæmt alltaf. Ég er með svona 9, 10, 11, 15, 16 eitthvað svona 80 spurningar. Ég er með fullt af spurningum. Ef þið langar að fara til Atlantic City að gamble á hverju ári, gerur það bara? Hinga til, já. Já, það hefur ekki stoppað okkur hinga til. Við verðum að vikina. Það eru kannski erfiðar með hverju árinu. Þið langar það og þú gerir það. Punktur á bláða. Já, sko, málið að maður samt ekki gleyma því að við gerum, sko, maður gerir náttúrulega ekkert mikið í dag nema svo lengi sem er ekki með leyfi, sko. Þannig að við svona, maður þarf alltaf að semja. Maður þarf að semja. Þetta er svona. Þú lappar ekkert inn og segir bara, herru, ég fann með strákun til Atlantic City, deal with it. En þú er búin að fara 10 sem stæður. Já, en maður þarf samt alveg að semja, sko. Já. Það hefur gengið vel. Já. Hugsaður einhver tíman ok, ef ég neyðist til þess að skrifa ástarbréf til að rífa niður mig, þá ger ég það. Ákveður þú komið ástarbréf? Ég veit það ekki, bara, veist. Ákveður það rifið upp eitthvað gamalt sár. En þú varst nefn að hvað var spurningin? Hugsaður einhver tíman ok, ef ég neyðist til þess að skrifa ástarbréf til að rífa niður mig, þá ger ég það. Já, ég meni, ég var 17 ára at a time. Ég hef örgulega verið að hugsa þetta. Ég skal taka hana punkt á mig. Já, þú er nú allavega verið að hugsa eitthvað annað. Já, mér langaði í samband. En hvað gerir maður í sambandi? Þetta er munurinn á mér og þér. Ég viðurkenni viðbjöðin, sko. Takk, þetta er fyrirmynda. Það tók þetta bara og kasta. Já, ég sé það. Langaði að rífa niður þessu og tók þetta og kasta. Nei, mér langaði, ok, næsta. Ég er ánægð með þetta. Herru, voru þetta ekki 14 spurningar? 14, nei, það voru 8. Steinþór, þú aldrei skrifa bréf ykkur rugli? Ástarbréf? Hefur þú skrifað ástarbréf? Já, ég Ákveður þetta ekki punktu þá? Nei, ég máli er að ég var ekki ég var mikið yngri. Þú veist, þetta var ekki það var ekki, telst ekki svona punktur. Sástundaginn fáránlega dýrt hús í Fossvoginum, hugsaðir. Þetta er þegið. Hvað? Þetta er þreytt, nei. Þetta er Ég er ekki búin með spurningum. Ég heyra hann alveg. Húsið er dýrt. Má ég klára the goddamn question? Ok, Steindi, þú elskar Gettu betur, það ekki? Já, Hefur þú séð Hættu sem er Loga Bergmann. Logi Bergmann var með Gettu betur 80 eitthvað. Er eitthvað MR trúður að sko rífa frammi fyrir Loga Bergmann og segja betur? Ég hef ekki séð þannig. Sástundaginn fáránlega dýrt hús í Fossvoginum, hugsaðir ok, þetta kostar serious cash en mér langar í þetta og keyptir það. Þetta var raðhús, sko. Þetta var ekki, fólk heldur að ég hefur verið að kaupa ykkur á höll. Þetta var raðhús í Fossvoginum sem við keyptum, já. En ég hugsaði þetta ekki svona þegar ég keypti það. Það var meira bara svona hvort við hefðum efnaði. Það er sko, Steindi, þú er trailing. Það er 3-1 fyrir Blondell. Jesus. You need a point. Akkur er ég að segja Jesus. Mér langaði að vinna þetta. Ok. Sástu Gilsa einu sinni, steinsofandi, vöðamikinn og huggulegan og þú labbaðir á honum spólgraður og reiður? Nei. Þennan punkt er ég ekki að taka mig. Það er engar áhyggjur. Svona 100. fokking sinni sem þetta. Ég er búin að taka mig hina 2. Aldrei þennan. Því að A, mér finnst þú ekki sexy. B, ég sér ekki reiður. Ég var ekki að það, sko. Og bara D, að ég verið fötum að lappa í svefni. Varstu ekki allspenn? Nei, mesta kjaftaði. Hann er búin að breyta þeirra sögu svo rosalega. Það er óþægt. Núna, bara ekki eina sekundi. Ég er þreytt frá þessu. Það er næsta. Fyrir mér er þetta game changer að vita að þú varst í fötum. Já, svaf í stuðbuxum. Ég held þú hafi verið á tillanum að lappa. Það er ég segi það. Ég hef bara verið graður og reiður og ráðist á hann. Ég veit ekki hvað þetta endar. Þetta er rosalegt. En sko, þetta er aldrei punktur, 3-1. Þú heyrir að ég líði ekki að hlustundum. Ég tek á mig punktana. Þetta er lígi. Hefur þetta einhvern veginn gæst á þér að við höfum farið í 4? Já, sko, 3-1, þetta er allavega ég get ekki tekið hana punkt. Hefur þið verið í Sundlaug, graður og þystur og hugsað Þystur? Ég ætla að splæsa fljótandi flöskubor á strákan en goddamn pool. Þetta er punktur að steita. Goddamn pool. Það segja ykkur slíkt, það rifja þessu fyrir ykkur. Ég held að við höfum verið að tala um það svona seint
2019 að við ætlum að hætta að tala flöskuborðin. Það ennþá í gangi. Hvað, 2020? Árið síðan 2020. Það rosalegt. Það má ekki segja honum neitt að það bara gleymið ekki. Segja, þú settir þetta á Instagram. Já, en ég var ekki að kaupa eitthvað sem ég var heldur, sko, maður spyrir heldur það samt í alvörinni, nú ætla ég að vera hreinskilinn heldur að ég hef verið stattur á Laugarbakkanum hugsa bara, goddammit ég ætla að kaupa flösku og láta hann að fljóta fyrir strákana í þessari goddamn bróð að ég hef bara tekið mig tíma til að hugsa þetta Flaskan flöyti ekki sem hún var að borði. Já, hún var þetta fljótandi borðið? Nei, þetta var bara bakkanum. Bakki. Ég var ekki hérna, ég var heima. Þú valdi ferðin til að sleppa maður. Ég geti eðlilega heimskur sko. Slepp einni ferð og það var þessi. Já, þetta var ég fór í síðustu sem var ræðileg. Já, þetta var skemmtilega ræðileg sant. Já, þetta var versta ferðin sko til að sleppa. En fæ ég punkt þarna? Nei, ef ég var hreinskilinn þá fær hann ekki punkt þarna. Það var 3-2. Varstu einu sinni lagergómur með draum að þú vildir vera hotshot actor and TV personality og gera allt til að achieve that amazing goal? En þetta er bara já, ég skal taka punkt ég var búin að vera með draum að gera það sem við erum að gera sem að krakki. Þau eru báðið með punkt þarna. Þetta er ekkert eðlilega spennandi. Já, það er allir að deyju spennu. Það var einn að keyra út af hérna. Fattaðu einu sinni að besta jobbið til að horfa mikið að jöllum væri að vera baðvörður og þú gerir allt svo best til að knæra the job. Jesus almáttuður. Horfa mikið. Ég er að fatta nú langur og allt baðvörður. Takk einn. Besta jobbið ég horfa á mikið af jöllum. Hver talar jöllur eftir bara, þú veist, fermingu? Hvað er að gerast þetta? Þú voru að taka í búndu þetta stundi? Nei, alls ekki. Jó, verður heilskilur. Hvað ertu gamall þarna? Á þessum tíma? Ég er ekkert það ungur. Þú ert vel ungur? Nei. Ekki þannig sé. Nú, hvað varstu gamall? Tvítugur? Eitthvað svo leiðis á. Já, þegið, þú veist alveg okkur og tókst þetta starf. Nei, ég tók þetta starf, þetta var eina starf ég bóði. Ég er ekki sprenglarður, sko. Hvað heldur ég geti bara að fara að setja saman bara, eitthvað gameskip eitthvað staðar, hvað? Þið bara að fara að sækja mér á NASA? Það lítur á, hittu við spilað eitthvað í líf. Ákveður eftir alltaf að forðast punktana eins og þið séu heitir? Nú er ég öllu grunn slepptu, það sem að ég var... Þú veist, ef þú fær punktana 4-4 þá... Nei, það sem spilaði inn í var að ég var búin að sækja út allt og ég fekk hvergi og þarna var ég búinn 2. Ég fyrir að vinna 6, búinn 2. Hvað fyrir sund 6? Það var lögin, þú veist, maður átti að mæta væntanlega klukktíma fyrir eitthvað en ég man ekki hvernig það var, undirbúið eitthvað en ég var að vinna frá 6 til 2 og það var bara every day og önnur helgi og þetta fannst mér bara frábær tími. Þannig þú ætlar ekki að taka það punkt á það? Og ég mætti yfirleitt átt. Við erum bara completely honest annars. Já, nei, ég ætla ekki að gera það. Ok, sko Sótt ekki heila vinnu. Núna, Stenþór, þá er þetta 4-4 og þið er dead tight Hvað er mikið eftir þessu? Já, það er bara einu eftir 4-4, þetta er bara að bæta með punktuna. Sástu, sko fékkstu einhver tíman 4, ég man ekki eftir að fyrir 4 punkta. Fékkstu einhver tíman stöðum alveg sagt og hugsaðir ég ætla að greiða þessa sekt með titlingum á sem er dýrka mest ert þú, dýrka mest Jón Jónsson, man of many hits og að mínu mati eitt skemmtilegsta maður landsins, segir mig þá. Já, Jón er geggjað sko. Snillingur. Hvað sagðirðu Egill, leið og þetta lag byrjaði þegar sólinn fyrir að skína? Hvað gerðist? Hún fór að skína. Það er komið sól á þróttunum. Já, klukkan kortir yfir 5. Ég bjóst ekki við því 17-13 í oktober. Jón Jónsson, söng þetta. Það er eitthvað að gerast í sóla núna. Sko það er yfir 10 stæði hiti. Ég elska global warming. Ég elska. Það er rosalegt að það sé 10 stæði hiti í oktober og bara logn, þetta er bara merkilegt sko. Ég vil þetta samt ekki vera. Þetta hættum að ræða veður. Þetta er skeri. Egill er ekki hræddur. Nei, Egill er ekki hræddur. Hann verður löngu döður. Það er barnaböndurna sem munum brenna upp stærna. Það er komið að já, við ætlum að róa þetta hans niður og fara í sturla staðrindir af því að það er búið að vera svo mikið að vera hjá okkur síðustu þætti að ég hef ekki náðið minn. Já. Og svo er splungun í dagskrárliðu strax eftir það. Já, should I stay or should I go? Já, þú vilti á ekki setja lagið undir þar? Já, það finnst mér geggjuð hugmynd. Herru, sturla staðrindir, eitt af þessu er hrossaskítur og ég vil að bæði þið og hlustendur reynið að giska hvað af þessu er kjaftaði. Eru þið tilbúið, drengir? Við erum klár. Nú er eitthvað eitt sem er manjur. Já, ok. Ertu hreinskilið með það? Ég lofa. Já. Fyrsta sturla staðrind dagsins, Jonah Hill var lagður inn á sjúkrahús við tökur á kvikmyndinu Wolf of Wall Street því að hann var búin að snorka svo mikið af gerfi kókain.
Já. Hvað gerfi kókan? Er það bara glútamín eða kreatín eða? Sko, þetta flóssikur, þetta bara nákvæmlega sem ég þurfti að gera í Eurogarðinum í þætti 5 sem nú ekki Þáttur 4 Þáttur 4 á sunnudaginn og ég ætla að gera svo græfur að segja að þetta einn finnasti þáttur í langa tíma sem gerður verið bara. En konan að stanna, hún titlingaveik alla seríuna? Þú eru bara að horfa á sunnudaginn að fara hlutur að gera. Liðið var brjálað auðviti, ég örglega við því líka. Ég fekk svo mikið að skilabóðum í gegnum Instagram. Liðið var sturlað að því að það var ekki þáttur og hvað hann á frelsinu, það fann hann ekki. Það var ekki þáttur að því að það var landsleikur. Þannig að hann var pása. Og ef við erum alveg hreinskilnir þá var þetta gert líka þannig að því að við kláruðum þetta í sumar, það var að klippa 8 þætti, þetta var til að tryggja að við ná að klippa alla 8 þættina því að voru fyrstu 2 sýndir. Þeir eru allir klárir. Já, en við viljum hvetja fólk til þess að taka, þeir sem ekki búin að horfa, þau getur hort á alla 3 ennþá. Þú veist, þeir eru bara inn á frelsinu, þannig að fólk horfa á það aftur jafnvel og koma feskin í þátt 4. Það er líka nýr tími á sundagina, 1950, ekki 1905. Sem kannski ágætt fyrir svona þetta fólk sem er yngstu börnin. Ég tek þetta alltaf á tímaflækinu. Já, ég gera þetta líka. Næsti þáttur, hann bara ekki fyrir yngstu kynslóðuna. Það bara þannig. Aðmálega. Herðu, við þurfum ekki að auðvitað. Það spærði eitthvað hann eða? Nei, bara frekar gróður, ekki málað hann. Herðu, þá það, en hann verulega fyndinn. Næsta styrlaða staðreynd og þessi skemmtileg. Þið verðið ánægð með þetta. Orðið klán, sem að þú notar nú óspart í þættinum. Orðið klán kemur frá íslenska orðinu klunni. Það var að klunni? Já, og er það að segja mér að orðið klán? Já. Bara útlega enska? Enska orðið klán kemur frá orðinu klunni. Ég var að lesa þetta á bandarískum síðu. Það er rosalega. From the Icelandic word klunni, sem að þýðir að, og svo skrifuðu hvað þýðir að vera klunni. Ég held að allir íslendingar vitið það. Það er fucking amazing. Það magna, það nefnilega góð. Já, ég meina, þetta er náttúrulega ekki manure. Þetta er svona blöðvara með augljós manure hana, sko. Lítur að vera rétt, sko. Þriðja sturlaða staðreynd dagsins. Lítið fólk á léttara með að fá það heldur en hávaxnir. Já. Nú ég ekki hávaxinn. Það ekki bara meðalega. Hvað þú hár? Ég 1,78. Getur þú útskipt fyrir mér hvernig í anskotanum það virkar? Nei, alveg svo ég get ekki útskipt fyrir þér af hverju að orðið klán kemur frá orðinu klunni. Svo mástu stendur og gæni í Bauhaus annars ég fekk ekki ágjörslu. Þetta var eitthvað fljótur að fá það? Já, sko, sá gæi, ef þetta er rétt sem auðvitað að segja, þá ætti hann að fá það bara á nokkur sekundum, sko. Hann var alltaf lítill og hann var ekki þykki marka á hann og hann var í vesinni. En ég að spá í einu. Gæti þetta verið af því að segjum að þessi 2 metra hár náungi? Já, sem bara lengur að því að þú veist, hann með meira, það þarf meira, hann með, þú veist lengra fram, ég veit ekki, bara við vitum ekki. Nei, ég og nokkra vini. Þeir segja því að þú ekki allir með jafn mikið blóð í líkamanum með það kæmi mér ekkert óvart að Svepp og Pétur séu snegra að fá það við. Sko, ég og nokkra vini sem eru pre-ejaculators og það er engin okkur ákveðin hæð. Já, við sem er hávaksin hann er pre-ejaculator, já, fílaði sem er lágvaksin hann er pre-ejaculator. Þetta eru frábæra hörðisingar, ég ætla að halda áfram með dagskránni. Koma þeir með þetta til? Það er engin leið fyrir maður að teikna þetta upp sem er lágvaksin. Ég held að það sé horsemanure. Ég held að líka, hvað koma þessi félaginu í? Koma þið til og segja bara, ég er í vesinni maður, ég er alltaf eitthvað. Hvernig fréttur þetta? Bara spjöllum saman. Það er trúðakirkja í London og það eru margir trúðar grafnir þar en það er mjög dýrt að vera grafið þar. Bara fyrir að klunna. Já, bara fyrir klunna. Steindaði þessa kirkju bara í kvelli. Settu gott að hatar Jay-Z. En trúður að fara hann og byggja og það eru messur. Akkur er dýrt að er gröfin eitthvað flottari eða? Örgulega því þetta er í London. Já, það er allt dýrt í London, sko. Trúðakirkja. Trúðakirkja, það er geggja, sko. Næstu var ég hérna í seríuna þeina, fettiseríuna og farið í trúðakirkja. Já, þetta er náttúrulega mjög reyður að kíkja á þetta. Næsta sturlaða staðreynd er mögnuð og ég var ekki búin að heyra þetta og fylgist ég vel með kvikmyndum og já, öllu, þetta er meira að segja eina mínu uppáhalds bíómyndum. Vitið hver átt að leika Forrest Gump en neitaði því sem var til þess að Tom Hanks fekk tilbúið. John Travolta. Það er hárrétt hjá þess. Já, það var Travolta. John Travolta átt að leika Forrest Gump. Það hefði verið slagt, en þú veist ekki slagt en ég held að hann hafi ekki púlað það bara. En ekki lista ég vel. Nei, ekki lista ég vel, aldrei lista ég vel. Ég held að það hafi bara engin. Hann fyrir að segja life is like a box of chocolates. John Travolta, nei. Never know what you're gonna get. Ég held að Tom Hanks sé bara, hann hafi verið algjörlega fullkomin í þetta hlutur. Þetta fekk hann Óskarinn. Þetta er Face Off þegar með John Travolta og fucking Nicolas. Já, ég man ekki henni. Í the same goddamn movie. Ágúst Bent vinnur okkar, leikstjóri og rappari í Rottalundum. Hann var í brúðkaupi
erlendis, það sem Tom Hanks var líki frá Stjörnubrúðkaup. Ára með Tom Hanks í brúðkaupi? Já. Og fullt að liði. Bólamyndi það? Nei, hann tók hann ekki. Ég hef ekki getað að setja það á mér. Blöð ekki bólamyndi á og sko það var svona, það voru bannaðir símar og svona. Bólamyndir? Nei, það var bannaðir símar og sliðis. Þetta var svona eitt Beatlesins. Já, svona George Harrison. Já, og hann var í brúðkaupum þar og það voru bannaðir símar og svona, en það var svona fótobúð klefi. Og það var fullt að liða að byggja hann myndir og hann var bara allt kvöldi bara ekkert mál og var bara að taka myndir með öllum og það sem Bent gerir, hann fór sér á klósti og var að pissa, svo kemur bara maður skálina við hliðina Tom Hanks, hann bara svona kinka kolli, sitt liti hann bara sitt liti en baði ekkert minnuna mynd fyrir utan og spjallaði ekkert, en þeir pissuði þarna saman félagarnir fóru aðeins sem sagan gott moment. Já, þetta er rosalega En er þú ekki satt blöð, hey Tom, huge fan, photo? Já, alltaf. Ég skammast mér ekki til það. Ég hef alveg sagt það ofmjöla. Gott, það er góð bólamynd. Ég reyndar hitt Randy Jackson eins og sagði huge fan, ég glemdi að byggja mynd. Þetta var eins og Alltaf að fá mynd. Já, þetta var eins og þegar ég hitti Conor McGregor á Tenerife og það var svona, þá var hann alveg orðin stór sko. Þá var hann bara með ykkur nokkur vinnu sínum og konu sín og lappum og ég bara, við lappaði bara fram hjá hann bara svona hálfum metr og ég bara, ég verði ekki að byggja mynd og segir hún bara, tjöfull, hvað ætlar það bara að lappa upp á hann sem að ég fá mynd, hann er bara í ykkur fríi. Gerðu það? Nei, ég gerði það ekki, ég hugsaði bara, ég opni þetta svona, ég er frá Íslandi, ég þekki Gunna Í einhver AC-ferðin hitti ég Philip Seymour Hoffman á flugvelli, okkur ég fekk ekki bólamynd skate þar sko. Já, það var á flugvellinum. Ég var að versla Subway í staðinn sko. Ég hef alltaf hlaupið. Ég bara Philip Seymour Hoffman, dæðalogóleikari I panicked. Ég hefði tekið bólamyndir. Hey Philip, huge fan, photo? Hann veist ekki það immediately. Já, ég hefði örgulega gert það því ég glemdi líka, sko, ég er endur ekki af slæmur og ég held því ég hef líka hitt Conor McGregor, hann hefði gefið mér high five, ég baði ekki mynd þegar ég var að taka þáttur Gunnar Nels, þá hitti ég nokkur sem var í húsinu. Það er samt eitthvað svo astnarlegt að byggja mér þessa mynd. Mér finnst ekki. Þú ætti að vídeoðar að gefa hann high five. Já, letidýr er eina spendýri sem prumpar ekki Hljómar sem manjur. Og býfluga er með jafnmörg hár og íkotni eða 3 million hairs. Það eru lonar sko. Já. Ok, manure er annarkot klán, er klunni, er lítið fólk á auðvitað að ejaculate. Ég er svona, þetta er 50-50 hérna. Ég var að hugsa að henda á litla fólkið og já. Og ég taka þetta klán. Ef þú ekki gerir það bara að deila, við náum honum, við erum í saman liði. Ég tek þetta klán, hann er með lítið fólk ejaculate. Orðið klán kemur frá íslensk orðinu klunni, en ég bjóta til með litla fólki. Já, við tókum þetta! Saminningu! Það er hárið, það er Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færi ykkur FM 95 blöð. Þannig að þið ætla að fá okkur einn kaldan helgina, þá er það Túborg Léttöl að sjálfsögðu. Hvernig kemur jóla Túborgin? Já, fyrir ekki að styttast í hann. Djúvill er spenntur að hann er, þú veist, það er upp á spjórum. Hann er bestur. Geitin er komin upp, eða ekki hjá IKEA og þá fyrir svona jólatrafikina deltinn. Já. Man ætla að vera einhver lest í COVID. Nei, ég veit ekki. Þegar ég var IKEA-gómur, þá var ekki geitin komin sem var þreytt. Nei, maður er bara að tellja niður dagana, þú ætla að vera kveikt í henni því miður. Það er alltaf kveikt í helst geitinu. Það er gott kameri. Ég vona að fólk gott kameri, finnst það? Það er skemmtilegt kameri að kveiki í geitinu. Við vonum að fólk láta hann að vera. Ég bara sé ekkert fyndið það, sé vera að kveiki í geitinu. Nei, við vonum að fólk láta geitir að vera í ár. Herðu, hérna, það er komið að nýju dagskrálið. Já, herðu, alveg rétt. Erum við ekki að fara í hann? Jú, við erum að fara í hann. Hann heitir, strákar, Should I Stay og Should I Go? Já, þú sagðist vilja útskýra fyrir okkur bara í útvarpinu. Já, það sem við ætlum að gera, þú náttúrulega varst að tala inn á leikinu. Já, en ég veit ekki hvað ég var að tala inn á. Því að þú ert með á Íslandi, þá ertu með The Greatest Game Show Rödd. Skástig trailer, thank you. Skástig trailer. Við erum það game show? Nei, þetta er eiginlega svolítið langt frá því. En svona, þú veist, það er þetta mix it up. Það sem er náttúrulega að spyrja ykkur og þetta verður erfitt strákar. Þetta verður mjög erfitt. Það eru hérna bettarnir, þú voru aðeins að útskýra þetta. Okkur hérna stendur I'm gonna take a free pass og hér stendur get the hell out of here. Já, sko, málið það að því að leikurinn heitir og það sem þú varst að lesa Já, ég las þetta Ég er líka búin að sko Ég er bara skítrættur en að dagskólið Já, ég fekk hann að völu þetta til að setja sko bergmál á röddina, hljóð undir þetta er mjög gott. Þetta er basically, það snýst það. Ég ætla að segja ykkur núna, ég ætla að koma alltaf með kombo strákar. Þetta eru 3 spurningar og þetta er alltaf 2 nöfn í hverju spurningu. Og þið þurfum að velja aðilann sem verður eftir á Íslandi og mun halda áfram þið mun halda áfram að kannast við þann aðila og hann mun halda áfram að eiga fjölskyldu hér og fleira. Hinn aðilinn verður gerður að útlaga að eilífu. Hann þarf bara að hefja nýtt líf, flytja til Noregs eða
Brussel jafnvel, ég veit ekki hvað hann gerir hann má aldrei koma aftur til Íslands Seint flytja til Noregs. En hann verður á lífi, þú veist. Já, við erum ekki að fara Þetta er ekki gifta svo að drepa. Nei, við erum ekki að fara að senda hann Ok, þannig að þú segir 2 nöfn og við þurfum að velja hvor má aldrei koma til Íslands aftur. Já, og ef þú Aldrei til Íslands aftur? Nei, hann er his history. Þetta er lítið hart. Hann, er þetta ekki líka konur? Jú, þetta er bæði og þess vegna tók ég upp en ef þú nefnir að spila plattan fyrir mig ef þú myndir velja nafni sem verður valið sem þarf að yfirgefa eiguna að eilífu hann fær þetta hérna Get the hell out of here Ok Get the hell out of here En hvað er hitt? Nú skil ég konceptið, ok. Já, en hitt strákar, af því að ég veit alveg að þetta eru ömulega spurningar þið fáið sikkot 1 frípassa þannig að þú ert með 3 spurningar Þú getur ekki svarað þá segir að ég ætla að taka frípassan. Ef þetta er valið er bara of erfitt og þetta er of nálægt eða eitthvað þá getur þú valið frípassan og hann hljóma svona I'm gonna take a free pass Rosalega rödd er þetta Ég var að heyra þetta aftur I'm gonna take a free pass Ok, en þannig að þetta eru 3 spurningar og ég má nota passan einu sinni þannig að ef ég nota hann ekki já, ok, ég er fatt þetta En byrju, það er hættilegt fyrir því að nota hann og snemma af því að þú veist ekkert, kannski ef þú nota hann í fyrstu þú veist ekki hérna 2 Nei, ok, þú verður að svara. Það var alltaf nota the free pass sko. En hvað er það margar spurningar? 3 Ok, Þannig að þú veist, það er stór hættilegt að nota hann of snemma En við erum basically að senda eitthvað bara þess vegna bara til Tenni eða Flórida eða eitthvað senda hann eitthvað ekki til Noregs sko. Nei, en basically, ég kýs nú að hugsa að hann fari á svolítið vondan stað Ég kýs að hugsa það Já, við erum ekki að senda hann á okkur góðan stað í lífinu Nei, þú ert að kippa öllu undan honum Þú veist, þessi manneskja, hún þarf að fara hérna í lífi frá fjölskyldu og vinnum Við erum að senda til AC Já, herðu, basically hannig höfðan bara þannig Hver fyrir Lacey? Hver fyrir Lacey? Það er eiginlega betra nafn á dagskránum Hver fyrir Lacey? Ok, dagskránlega heitir Should I stay or should I go? Já, ég er með hérna, sérðu, tækni trölli Og þú ætlaðir að henda þessin Það kom með Ef ekki hafði þetta svolítið hátt Ég þarf að heyri þér Já, það er svo gaman að hafa svo mikið partí undir svona sorglegum lið Hei, hérna Ok Herru, ok Eru þið klárir í Við þurfum ekki að svara eitthvað hratt Nei, það má velta steinum Fyrsta spurning Should I stay or should I go? Eða, ég ætla að umorða þetta Should her go eða stay í rauninni Ég ætla að spyrja Should I er allt í lagi Stelpu það þú ert að heimskostum Ef þú speklar það, já Þú veist, ef þær eru að segja Should I Já, ég skilji Hældu nöfnunum út Ok Fyrsta spurning Fyrst áttu vinnu sem baðvöru þú varst 20 Það var ekkert annað í bóði fyrir því að þú varst Ég ólærður var ekki sprenglarður Og elska jöllur Herðu, þegið Fyrsta spurning, hún hljóma svona Jóhanna Guðrún eða Birgitta Haugdal Þið kannistu það báðar og þekkja það báðar Sko, Jóhanna Guðrún er 30 í dag Til hamingjum í daginn Innilega til hamingjum í daginn Elsku Jóhanna Kveðja frá Níels, það er grjótörð Sko, nú er ég huge fan á báðum Birgitta Haugdal er frábær Jóhanna er frábær En Jóhanna kom í skýri 50 Sang her heart out Bara tók ekki í mál að vera rukkuð fyrir það Því meður Birgitta Haugdal Get the hell out of here Já, ég þarf að setja það á Já, ég sko byrja Við þurfum að ákveða Ég þarf fyrst að heyra hvað þú segir Þetta er svo skrítið Hafðu lægið undir Það er svo mikið stemmingi Hvað þú segir, Jóhanna verður áfram á landinu Já, en ekki reyna að gera þetta svona fair Segðu það sér langar Sko, ég er búin að Ég dyrka Jóhannu Já, ég líka Og settið með þess að kveðjun á vegginni á neða því hún er vinkonum mín En við dyrkum Birgittu líka Já, ég verð að taka þarna Ég er að gera þáttum Birgittu Haugdal í tónlistamönnunum okkar Ég er búin að þekkja Birgittu frá því við vorum saman á Pottví Ég þarf því miður að henda Jóhannu Svoleiðis Þannig að Egill, hann velur að Birgitta þurfa að yfirgefa klakana eilífu Og þú velur að Jóhanna þurfi að pakka saman að fara Já, sem á mjög erfitt að gera Þá er þetta til að fá platta núna Já, þá kemur þetta hérna Birgitta og Jóhanna Get the hell out of here Mér finnst plattin sann svo góður Ég er að spá í, mér langar í næstu spurningu að nota hann bara leið og einn er búin að segja eitthvað Ok, þetta var enda rókslega fair. Þær geta farið bara, þær fara sátt að fara að borði og held ég þig líka. Já. Þá er það næsta spurning og hún er rosaleg. Hún er rosaleg. Simmi eða Jói? God damn it, Gump.
Jesus, titty fucking. Þetta Money Sim sem ædolað að segja eins og þetta Jói Sítjó með þetta hjarthreinasti maður í jarðar og hann sponsor á þættinum. Sko, Money Sim eða það eiginlega Simma þakka ég byrja að vinna á 70 mínum. Já, það er Hann gaf mér sénsinn. Dreifði úr lagurnum. Já, hún nefndi að hlusta á bullið mér. Ég dyrka Simma út af lífinu. Ég dyrka Jó líka, hann eins og þú segir sponsor á þættinum, hann gerir allt fyrir okkur. Já. Við gerum allt fyrir þá. Ég að spáði hvort ég þurfi ekki. Herðu, ég veit hvað ég ætla að gera. Já. I'm gonna take a free pass. Nei! Fyrsti free pass í keppninu. Ég get ekki svarað þessu. Sko, ég veit ekki hvað er síðasta komboði hjá Stonefucker. Ég get lofað ykkur því Ég langar líka að róta my fucking free pass núna. Ég ætla bara að segja eitt eða síðasta, auðvitað er í veisinu líka að því að síðasta er viðbjöður. Okay. Býtu, var ég að fara og snemma í hann? Nei, Þú fór að nota your free pass. Þú notaði free passan, þú slafst, þú þarft ekki að svara. Sergio er frábær. Já. Hann er bold og hann er fyndinn. Bold, hvað mál skiptir það? Og Money Sim. Því líkur rök. Money Sim er frábær líka. Já, svaraði? Og kom í eftirbætti mjöndaginn og fór ekki. Það bara fór ekki trúsi. Er það frábært? Og málega er að Sergio þú aldrei mætti eftirbætti til vöðingjas. Get the hell out of here. Sergio! Það er að henda, það er Ég þarf að velja ykkur Blondell. Get the hell out of here. Wow. Kostandinn á þættinum, maður. Kostandinn á þættinum. Ok, Maður sem gerir allt fyrir þig. Sergio hefði mætti minni eftirbætti mjöndaginn og ekki farið út í baðanum að fara út. Þá hefði hann nunnið þetta. En þetta er heldur ekkert varanlegt strákar. Þetta er nú bara akkurat núna. Svo getur þetta breyst þetta viku ef Sergio mætir í partí. Sergio veit ég elska hann til lífinu, sko. Herru, þá er það þriðja og síðasta spurningin og... Ég ætla að nota my free pass. Já, það er Ég er alveg saman hvað það Ég þarf ekki að heyra hvað þetta er. Það er nokkuð gefins að Egill noti free pass og ég ætla að passa mig að hafa ekki vestu næst í síðustu því að þá getur þú geimt hann. Ég ætla að passa mig að mixa þessu upp. Spurningin er mjög einföld. Er þetta mamma ykkar eða er þetta pappi ykkar sem er að fara af eiginni af eilífu? Jákaðu þetta, það er enginn að deyja. Nei, en ég ætla að leifa allir bara að byrja að svara því að svarið er einfalt. Þetta er basically svo deg, senda til AC. Hvað segir þú, Egill? Það getur bæði I'm blómstrar. gonna take my free pass now. I'm gonna take a free pass. Þvílík veistla. Þú ætla ég bara að halla mátt í stólunum. Blondell, tekur við. Blöndar, þú verður að svara að þú búið með frípassan. Þú ert að senda annars mömmur og pappa í the hellhole. Já, sko. Þetta er slömmið í Noregi. Nei, þetta er AC. Þetta er AC. Að eilífu auðviti. Þetta tengist ekkert hvort mér þykir meira vænt mömmun eða pappa minn. Þetta er samt létt fyrir mig. Af því að annað er að getur léttilega starfaðar. Og sko, pappi minn er britsari. Það eru kasínó út um allt, hann getur grætt pening í brits. Já. Hann er eitt besti britsari landsins. Já, þú getur spilað brits og veðjað. Hann er flugvirk. Það eru flugvilar í New Jersey. Spjara sér bara vel. Það sem ég er að segja, þannig ég verða að senda pappa til Atlantic City. Get the hell out of here. Þetta komi eftir að segja þér að senda pappa að eilífu til AC. Já, hann myndi bara plumra sér betur. Það var það sem ég hugsa. Vá, hvað er glæður ekki að senda mömmu og pappa til AC. Ég er samt sammálaður þetta var flott, þetta var góð rök á bakvið þetta svar. Já, þetta var splunkunni í dagskarlöðu sem að heitir Should I Stay og Should I Go. Takk fyrir þetta, Stendi. Já, alltaf gamla að fá nýja liði, sveig með það. Mér finnst þetta helviti hart á Sítjó hjá Magli samt. Það verður svona þetta. Money Sim. Lífið er hart. Hlakka til þurfum fyrir mig keiluöllun næsturum í beinni og við dælum í okkur bjórum og geggjum pítsum og ég þarf að borga fyrir það. Það verður við svala át í hotnum. Þeir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 en við steintirum ekki í beinni útsendingu núna því við erum komin hérna inn í klefa. Það er hárrétt hjá þér og það er ekki að kalla þetta svolítið svona að við erum komin inn í fínustofana. Jó, þetta er fínastofan, barnalastofan því hér fara símaötin fram allavega hjá FM 95 blöð þeir í Reykjavík síðdegi sem aðeins merkilegri viðtöluðin inn en hverjum er ekki drullu sama. Við ætlum að fara í sko, þetta ræðum alltaf. Já. En þetta var svolítið þín hugmynd í dag. Já, þetta er líka, þetta er búið að vera í pásu. Já, þetta er búið að vera í smá pásu, en samt ekki það langri. Nei, en mér finnst þetta ógeðslega skemmtilegt. Já, þetta er dagskarlöðinu skellt á mig. Þá fyrir við steindi í keppni hvor okkar, lætu skella fyrr á sig og það er skeiðklukka. Það má ekki vera með einhvern viðbjóð, en það mátt vera með svona barnalandónaskap. Já, þú veist, maður þarf að láta skella á sig einhvern veginn og þannig að þetta er sko, já, ég skil hvað við megum ekki vera ógíslegir. Nei. En við svona megum alveg aðeins pota. Já, það má pota. Sko, ég er að spá í að ef ekki þá bara hafa þannig fyrst þetta er keppni að ég ringi bara eitthvað sem ég vil ringi og þú ringir eitthvað sem að þú vilt ringi. Jú. Ég ætla að vera með klukkuna sko, leið og að kemur rödd á línuna. Já. Þá íti ég bara á
start. Það bara nákvæmlega þannig. Sjá, tilbúin. Já. Ég ringi tannlækni ástæðan fyrir því að hann hefur engan tíma fyrir þetta. Hann bara örugglega með einhvern sjúkling með galop í munnin. Já, góðan dag, Sæmundur, hann við, tannlæknir. Já, hann hér, já. Já, má ég tala við hann, bara á stutt, alveg eittur og bingo. Hann bara upptekinn. Já, bara í 5 sekúndur, bara rétt að láta hann hlaupa og ég ætla bara að segja bara eina stendingu með hann. Fyrirgefðu, hver ert þú? Það gera grein fyrir þér. Já, Þröstur heiti ég er góðu vinnur hans. Ég skal aðtuga hvort það kemst frá. Já, bara upptekinn í vinnunni, býttu ögna blik. Já, bara eins fljótt og þú getur fyrirgefðu, bara að þú getur afsaki. Halló? Já, þetta er Sæmundur. Já, rann. Hæ, hefur þú ekkert að prumpa blöytu og gert þú tönna sama tíma? Hvað segirðu? Hefur ekkert að prumpa blöytu og gert þú tönna sama tíma? Er eitthvað sem það hefur við mig? Nei, ekki neitt, ég ætlaði bara að spyrja hvort þú hefur ekkert að frussu kúka blöytu og tekið 2 lótus og gert þú tönna sama tíma? Hver ert þú? Það skiptir ekki máli, það skiptir ekki máli. Ég heiti Þröstur og það ekki mikið neitt. Ég bara spyrja hvort þú hefur verið eitthvað krumpið 2 lótus einhvern tjóðan og frussat. Þetta hefur engan tilgang. Nei, ekki neitt tilgang, ekki neitt. Sko, hvað var það? 1.50 með öllu. Já, en hann skellt á strax. Já, en það fór svo mikil tími í þetta. Það var ekki snöð, sko. Hvað var þetta? 1.50? Það er hræðilegu tími. Það er hræðilegu tími, ég hef náðu þess að 24 sekundum með. Já, og svo varstu líka trubla. Já, í rauninni. Já, hann var ekkert voðalega sáttum með. Nei, hann var mjög fúll þessu. Og þetta símtal var gjössan á þinn ábyrgð. Hvað minnur það? Hvað heldur það að hann sé að fara að senda mér reikninga? Ég veit það ekki. Það er bara að sjá. Já. Hvað ætlað þú að gera? Ég held að mér fannst þetta svo skotelt plan. Já, það var ákveðs plan. En ég held samt þú hafi verið ofhugsað að láta skella á sig. Þarf ekki að klála. Já, þú meinar að því að myndi skella strax á því á þennan tannlæknir. Já, ég hugsaði bara, hver er ógeðslega busy og hefur enga tíma í símat? Ekki neitt. Og það eru læknar og skurðlæknir hefur örugglega minnsta tíman. En þú fer ekki að trufla hann. Nei, bara glimtu hugmynd. Ég veit það, en ég er að segja það var pælingin á bakvið þetta. En svo kannski var ég ofhugsað. Kannski bara nú að hringi bakari og spyrja hvort einhver bara krumpaði 2 lótus og... Já, taldu bakari, þá líði bara að reyna það. Ætlar að hringi bakari? Já. Hvað ætlar að biðja um? Ég veit það ekki, ég ætla bara að láta skella á mig. Hvað er að gera pekóðan þar? Hvað er að gera pekóðan þar? Nú er ég ekki að fatta hvað þetta er. Ég ekki heldur. Geti ég eitthvað þau? Geti ég eitthvað? Gata! 29 sekundur! Þetta er ekki flóknara. 29 sekundur. Þú varst 2 mínútur. Mér langar svo að gera aftur. Nei, bara svona var keppni dagsins og þið var rúllað upp. Ég var basically að sína þér. Mitt símtal var ömulegt, en ég var bara að sína hvað þér tókst að flækja þitt. Ég ætla að nýta tíman betur næstu við gerum þetta. Ég ætla ekki að fara að biðja ég ætla ekki að hringja ykkur og biðja einhvern annan. Ég ætla bara að fara að beint í þetta. Já, þá voru mistökin. Sam Smith, Diamonds. Já. Ekki besta Diamonds lagi samt, það er ekki Brianna. Það var vel gert hvernig þú sagði Sam Smith. Sam Smith, já. Herru, ég er að spája bara að leifa hlustendum aðeins að tengjast umræðinu sem áttum við meðan þetta lag var í gangi. Egill var opnað sig á það að þú átt bókað til Tenu jólin. Já. Þú getur ekki verið bjart síðan á að fara þangað eða? Það var basically það sem hún að spyrja þegar að lagið var að klárast. Það er grímuskylda á Tenu núna. Já, en ég er ekki allt, ok, segjum reitt. En það er samt alveg sunshine og getur fengið þér að cold refreshing beverage, sko. Já, reyndar, gott að fyrir sólinu og eitthvað. En til dæmis, parkin, er hann opinn hérna síðanspark? Dýragarðurinn er opinn. Mér er alveg saman dýragarð, ég myndi aldrei ég er en animal lover. Já, þá ættur að reyna að free the animals. Það er ekki að fara að horfa þau í búri. Nei, ég er að heimsækja. Monkey Park þá eru dýnir laus og þú getur hoppað öllina og geðið þeim bjór. Er það Monkey Parka sem að Rikki var ofur? Já, sko man ekki þinn einu, sko. En hvernig er það að þið mætið til Tenerife núna jólin? Eða bara ef þú myndi vera að fara að lenda núna Tenerife, og þetta er sókvið vantilega? Sko, síðan parkið lokað sókvið þegar þú ert komin heim nema sem þú breytast eitthvað Hérna, það skiptir einhver mál, þú ert komin heim En út með grímu og Tene en á veitingastöðum átt að grímuna aður Helviti leiðilegt samt að koma til Íslands í janúar með svona grímufar að þú ert nú að liggja í sólunni Já, það er ekki alveg lukkið samt að leita Þetta er bara að þú ert að lappa melli staða sko. Og ég getur fengið cold refreshing beer Það eru pros and cons við þetta Þú getur alveg fengið cold refreshing beer hérna í Íslandi sko. Maður farið við the pros COVID pros, þetta traveling man Raður á flugvöllum
farnar. Það er ekki Reyndar, ferðast. já. Pro. Þannig Það er að rosalegt. enga raðir. Það er kostur. Bara labba beint í gegn, beintu við vel. Con, ekki leður beer on the goddamn plane. Já, það er erfitt flug til tenni. Hvað er það, 5 tímar? Þið þurfa að smikla í kaffibólla og vera búin að gera ís. En það gerum við hvort það er alltaf við, sko, Já, en herru, hann dugir 1 kaffibólli basically take off, sko. Já, en ég hendi yfirleitt alltaf í svona 1-7-8-faldan í kaffibólla á leiðinni í vél. Dugður þegar þú lendir. En þá er það duga mér þanga til að það er farið að servera drikki. Já, það er málið. Þetta er í take-offinu því. Ég ætla að opna mig bara eitt af sem að mér er skemmtilegast við að ferðast. Það er alltaf ekki vélun leiðin út. Kaffibóllin, maður. Já, en sko, Rosalegu. og líka þetta er langt flug til tenni. Þetta eru 5,5-6. En, sko, ok, þetta eru, já, stuttar raður á flugvöllum, náttúrulega enga raður. Það er mjög jákvæmt. Engi bretar á tenni. Það er jákvæmt. Er búið að banna að breta á tenni. Já, Engi 200 breti. meni. Það er pro. Con, grímuskylda úti, síðan park lokað. Það varst að labba. Þannig að ég er að meta núna pros and cons. Ok, þannig að það verður flogið. Ertu að segja með það? Já, það er flogið. Já, ok, þannig að þú ert að spája hætta kannski Það við. er flóið, þú ert með 27 gráður og þú getur fengið cold refreshing beverage og þú getur farið í gimmi og þú getur rölt á ströndinni og þú getur gert Já, það. já. En það er alveg punktur. en Sían Park er náttúrulega virtasti rennibötagarður í heimi. Síðan Park hann er flottasti vassannigarður held ég hann er í heim, Evrópu, númer 1. nei, Evrópu. Já. Ég veit ekki hvort ég hafi sagt frá þessu í útvarpinu ekki. Það var þegar við vorum að Það var, þú tókst krakkan. það var rosalegt. Já. Það var bara vesen. Það átt að handtaka þig. Já, það var, við vorum ég og Ötti kynnust bara þarna í ferðinni, sko. Já. Bara þetta er fyrir mörgum árum, sko, 12 árum. Nei, Já. og svo sem ekki handtaka, það var ráðist á hann. Nei, við vorum í rennibraut og þetta er bara sönn saga, þetta var agalegt. Við vorum í rennibraut og þú færð upp stiga í biðröð og allt þetta. Við keiftum svona bönd þar sem við fengum að fara fram fyrir röð en svo voru allir með þau bönd hvort þið er. En og svo þú ert komin upp, ákvæmstu valið, annarkvæmst ferðu í The Dragon. 2 stóruð þarna, mástu. Eða í The Það er Volcano. vantarlega The Dragon eða ekki. Já, við fórum í Dragon og Volcano til skiptis. Síðan gátum við ekki farið lengur í Volcanoið. Og búið lokinni. Og við sögðum við sundlöfum, heyrðu, hvað er þetta, okkur langar svo að fara í hérna. Hún er skemmtlegri. Já, búið lokinni og eitthvað svona. Í bili, Í bili, það er bara búið lokinni tímabundi. Og svo bara erum við að renna okkur og þú veist, og þegar við förum í Vassannigarðið, ég veit ekki hvernig þú ert þar, ég störlast. Ég er ekki dögað, við höfum rætt af Öddi og okkur langar að fara með þess að í einhvern tíman eitthvað ferðalag þar sem við förum bara í garða á milli landa, bara alltaf að fara í garðana. Við erum eins og bara krakkar þegar við komum í þetta. Svindluðu ykkur í The Volcano? Nei, við vorum bara í hinu og svo ertu Þau eru búin að banna það. Já, svo ertu alltaf á barnum. Þú ert að skjóta og drekka og svona. Og síðan eftir eina ferðina fórum við þetta niður. Og ég man bara eftir þessu, ég lendi fyrir kaf þegar maður lendir, svo fer ég bara upp úr og eitthvað, svo heyri ég bara flautað, bara í flautu, svona íþróttaflautu, dómaraflautu, bara Baðvörðurinn er að flauta. brjála, fell og baðvörður og bara, ég var ekki eins og byrjaðar í sundlauginni þar. Já, nei, hann flauta bara ókslega hátt og ég í einhverju paniki, ég bara lít við, sé krakka og ég bara tek hann upp. Bara, ég faðmar hann? Nei, ég fann hann. Þú tekur hann svona að þér og varst að bjarga honum. Já, þú veist, ég tek hann í fangið. Ég tek hann bara beint í fangið og reyna að fara upp úr. Og ég held að það var eitthvað að. Hann held að vera að drukna. Já. Það var baðvörðum basically að flauta til að segja okkur að það er búið að opna Dragon. Hann ætlaði að segja mér bara, herru gamli, það er búið að opna Dragon. Pappi krakka sko hlaupað að steinda Ég hef aldrei reif krakka á hann og hreint hann. Ég hef aldrei sem ég breiði hann pappa. Bara eitthvað spánverið eða eitthvað sem að Hann var Ég held að það væri bara að fara að stela barninu sínu. Ég held að hann ætlaði bara að vaða í mig, sko. Hann var brjálar, hann bara kottu með fokkin krakkan. Og steindarinn að segja að hann væri savingin. Ég var eitthvað, I was trying to save him. Og málega, ég er náttúrulega mökkaður, sko. 8 ára krakki sem getur alveg staðið í þessari laug. Já, svo þegar ég fór að hugsa tilbaka, sko, þá var ég, sko, þá krakkin, hann sko, vatni náði honum ekki einu sinni bara upp á hnjám. Nei, hann gæti léttilega staðið. Hann hefur verið svona 7-8 ára. Já, hann var ekkert í vesinni, sko. Hann var með kúta og Ég hef sjaldan hlegið mikið á æfingu. Ég var bara í vesinni þetta. Já. En herðu, það er eiginlega bara komið að loka. Sko, við náðum ekki að fara í sko, Fellow Kids verður að vera næst. Við ætlum líka í Flottulega, hún verður að vera næst. Já, bara tími flýgur. Það flög frá okkur. Svo ætlaði ég líka í augljósa staðrendir. Ég haf búin að lofa því í streyminu síðasta miðvikudag að taka, það voru einhverjir sem vildu fá að heyra augljósa staðrendir og ég var komin í raut og ég sagði ekkert mál, ég gerði það. Við lofum að það verður allt næsta föstudag. Það verður fullu bátur hér eftir nákvæmlega viku. Minnum á Eurogarðin, þáttur 4 er á sunnudaginn á 9 tíma á stöð 2 19:50. Þetta er sturlaði þáttur, þó ég segi sjálfur Ég ætla að horfa á Jölugarðinn og
spila í Pókamóti höfðingjans at the same time. Já, það er þetta bara mjög góð regla. Svo er í kvöld að sjálfsög í kvöldi gig. Já, sem er ekkert eðalega góð þáttur. Já, við missum að hún er þetta. Já, við erum að fara. Við erum í gig. Við erum að fara að stjórna, þetta er fyrsta gigi okkar. Online gig. Já, við erum að stjórna Kahoot pubquizið við Steindi. Nú er ég bara að nota technology og við erum online gig. Já, en sko, núna það eru komin 4 online gig. 4 online gig núna með Kahoot spurningu svona, að fólk vil fá keppnina í okkar anda og við erum bara, við svörum kallinu, við gerum það, við svörum kallinu. Vinnum alveg á stofnunni í kvöld. Já, og það er einhver. Er Landaköss með því, komstu þetta? Nei, Landaköss er bara slagur, hann er bara í klökunum. Við erum bara tveir með eitthvað pubquiz online. Herru, allavega, takk kjalla fyrir hlustununa í dag, við heyrumst eftir nákvæmlega viku. Hér á FM. Gauti, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul.